Fræðsla úr orði Guðs. Hvað táknar merki dýrsins eða 666 sem við lesum í Opinberunarbókinni? Í Opinberunarbókinni 13:18 lesum við: Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reiknið tölu dýrsins, því að tala manns það og tala hans 666. Athygli vekur að þetta merki hér kallað tala dýrsins. Það því augljóst að til að skilja hvað merki dýrsins þurfum við að átta okkur á því hvaða dýr verið að tala hér. Í 17. kafla Opinberunarbókarinnar vers 3 lesum við: Og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri. Þarna sjáum við að þetta dýr hefur ekki aðeins tölu, heldur situr kona á dýrinu. Við sjáum líka í versi 5 að það nafn ritað á enni konunnar, Babylon hin mikla. Merki dýrsins eða 666 því merki dýrs sem kona situr á. Í Daniel 7:23 lesum við: Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp á jörðinni. Þannig sjáum við að dýr í spádómum Biblíunnar merkir konungsríki. En hvað merkir kona í spádómum Biblíunnar? Í Galatabréfinu 4:26 segir: En Jerúsalem sem í hæðum frjáls og hún móðir vor. Þannig kona í spádómum Biblíunnar tákn fyrir Jerúsalem eða fólk Guðs, kirkjuna. Annað dæmi dæmisagan meyjarnar 10 í Mattheus 25. kafla. Meyjarnar 10 tákna kirkjuna fyrir seinni komu Jesú við enda tímana. Því Babylon hin mikla tákn fyrir kirkju. Þannig að kona sem situr á dýri kirkja sem ríkir með konungsvaldi. Það að þessi kona kölluð Babylon hin mikla gefur okkur góða vísbendingu það hver þessi kona Orðið Babylon þýðir ruglingur, þannig að þessi kirkja sem ríkir með konungsvaldi veldur ruglingi og mun að lokum, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:16, láta alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafn þess. Við þurfum því að skoða nánar þessa konu eða kirkju sem kallast Babylon sem veldur ruglingi. Það margar mismunandi túlkanir á því hver þessi Babylon í raun Þar með talið að Babylon sé Bandaríkin, Jerúsalem, Íslam og rómversk-kaþólsk kirkja til að nefna nokkrar. Það mjög mikilvægt að vita hvaða vald verið að tala, svo að við föllum ekki fyrir blekkingum þessa valds. Þess vegna mun ég nú skoða spádómabiblíunnar til að komast að því hvaða vald verið að fjalla Við höfum þegar séð að Babylon kona. Annað sem einkennir Babylon að hún kölluð skækja. Babylon ekki bara einhver kona. Opinberunarbókin 17:1 lýsir henni sem mikilli skækju þar sem segir: Kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Skækja annað orð yfir vændiskonu. Þannig að þetta kona eða kirkja sem hefur verið Guði ótrú eða orðin spillt. Einnig sagt Babylon að hún vel auðug. Í Opinberunarbókinni kafla 17:4 segir: Konan var skrýdd purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Við sjáum einnig að Babylon ofsækir fólk Guðs, eða eins og við lesum í Opinberunarbókinni 17:6: Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Hefur það áttað þig á hver Babylon Til að draga þetta saman sem við höfum séð nú þegar. Babylon stendur fyrir spillta kirkju sem sameinaðist konungum heimsins, ofsótti þá kristnu og auðug. Með þessar upplýsingar ættum við að geta áttað okkur á því hver Babylon Babylon stendur fyrir rómversk-kaþólska kirkju. Þar með ég ekki að segja að allir sem tilheyra kaþólskri kirkju séu vont fólk. Þvert á móti mikið af góðu fólki innan kaþólskrar kirkju, en þau tilheyra spilltri kirkju en gera sér ekki grein fyrir því. Það kirkjan sem slík sem Babylon en ekki endilega fólkið sem tilheyrir henni. Það einlægt guðræki fólk innan kaþólskrar kirkju og í öðrum kirkjudeildum. Kaþólska kirkjan byrjaði feril sinn sem góð kirkja.
Kaþólsk kirkja byrjaði sem kristna kirkjan í Róm og það skrifað hana í Nýja testamentinu. Bréf Páls til Rómverja stílað á kirkjuna í Róm, en kirkjan þróaðist síðar yfir í það sem við þekkjum núna sem rómversk kaþólsk kirkja og var spillt með tímanum, þar sem hún tileinkaði sér margar heiðna siði og aðlagaði þá að sér. Þess vegna biðja kaþólika til Maríu og dýrlingana. Það kemur frá heiðinni skurðgoðadýrkun. Það eru engin dæmi það í Biblíunni að fylgjendur Jesú tilbæðu styttur eða myndir. Annað boðorðið gefur skýr fyrirmæli gegn slíku í 2. Mósebók 20. kafla 4. og 5. vers þar sem segir: Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær. Rómversk kaþólsk kirkja hefur einnig breytt hvíldardeginum frá laugardegi yfir á sunnudag. Þeir viðurkenna það í sínum eigin ritum, til dæmis í bókinni The Catechism of the Council of Trent segir: Kirkju Guðs hefur þótt gott að flytja hátíð og helgihald hvíldardagsins á sunnudag. 4. boðorðið segir að okkur ber að halda 7. daginn heilagan sem laugadagur. 2. Mósebók 20. kafli 8. til 10. vers segir: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum, þá skalt þú ekkert verk vinna. Heiðnir menn innan Rómaveldis tilbóðu sólarguðinn á sunnudegi og því breytti kaþólsk kirkja hvíldardeginum frá laugadegi yfir á sunnudag til að þóknast þeim. Þetta gerðist á tíma Konstantín the Great. Konstantín hugnaðist að með því að sameina kristni og heiðni með því að koma með málamiðlanir, þá gæti hann styrkt heimsveldi sitt. En þrátt fyrir það féll heimsveldið og eftir stóð kaþólsk kirkja sem spillt var af þeim heiðnu siðum og venjum sem hún hafði tileinkað sér. Rómversk kaþólsk kirkja í dag ekkert annað en málamiðlun á milli heiðni og kristni. Það mikið af venjum innan kaþólskrar kirkju sem hafa heiðin uppruna en hefur verið gefin kristin heiti svo að þær líti út fyrir að vera kristnar venjur. Annað atriði sem lýsir Babylon að hún við mörg vötn. Í Opinberunarbókinni 17. 1. vers segir: Kom hingað og ég mun sýna þér dómin yfir skægjunni miklu sem við vötnin mörgu. Í versi 15 lesum við hvað þessi vötn tákna, en þar segir: Vötnin sem þú sást, þar sem skægjan situr, eru lýðir og fólk, þjóðir og tungur. Svo það að Babylon við mörg vötn táknar að hún hefur alheims ítök, rétt eins og rómversk kaþólsk kirkja. Kaþólsk kirkja stærsta kristna kirkja í heiminum með yfir 1,5 billjón meðlimi. Það meira en allar mótmælenda kirkjur samanlagt. Það eru yfir 35.000 mótmælenda kirkjudeildir og alla þessa kirkjudeildir hafa 800 milljón til 1 billjón meðlimi samanlagt. En önnur lýsing á Babylon sem við lesum í Opinberunarbókinni að hún drýgir hór. Í Opinberunarbókinni kafla 17. 2. vers segir: Konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Saurlifnaður það að eiga í óeðlilegu sambandi við annan aðila og Babylon eða rómversk kaþólsk kirkja átti gegnum söguna í óeðlilegu sambandi með konungum jarðarinnar þar sem hún sameinaðist ríkjum heimsins til að þvinga fram hlýðni við ákvæði sín. Jesús sagði að kirkja og ríki ættu að vera aðskilið. Í Mattheus og Guðspjalli 22. kafla 21. vers segir: Gjaldið þá keisaranum það sem keisarans en Guði það sem Guðs Með því að sameinast ríkjum heimsins þá yfirgaf kaþólsk kirkja samband sitt við Jesúm Krist og reiddi sig á ríkin til að knýja fram játningar á kristinni trú í stað þess að reiða sig á Jesús og hans umbreytandi náð. Í stað þess að bera fram guðspjalli til fólksins sem gefur raunverulega endurnýjun og leiðir til breytts lífernis, það bar hún fram til fólksins lög og ákvæði sem aðeins leiða til yfirborðskenndrar hlýðni af ótta við refsingar en leiðir ekki til raunverulegs afturhvarfs. Spádóma Biblíunnar vara við því að þetta muni endurtaka sig í framtíðinni.
Ríki og kirkja mun sameinast og neyða fólk til að tilbiðja á þann hátt sem leiðir til þess að boðorð Guðs eru brotin. Þetta mun leiða af sér það sem Biblían kallar merki dýrsins. Opinberunarbókin kafli 13 vers 15-17 segir: Og því, og þá átt við fráfallnar mótmælenda kirkjur, var leyft að gefa líkneski dýrsins anda. Líkneski dýrsins táknar sameina ríki og kirkju. Til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyddir sem ekki vilja tilbiðja líkneski dýrsins, og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og koma því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafn þess. Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns það og tala hans 666. Annað mikilvægt atriði varðandi Babylon klæðaburður hennar. Opinberunarbókin 17:4 segir: Konan var skrýdd purpura og skarlati. Það engin tilviljun að kaþólskir biskupar eru klæddir í purpura og kardinálar eru klæddir í skarlati. Það sem jafnvel merkilegra ástæðan fyrir því að kardinálar klæða skarlati. Á vefsíðunni Simply Catholic segir: Kardinálar klæðast rauðu til vitnis fúsleika sinn til að deyja fyrir trú sína, sem kaldhæðnislegt þar sem þetta kemur frá kirkju sem hefur úthellt meira blóði en nokkur önnur stofnun sem þekkist í mannkynssögunni. Og ástæðan sem gefin fyrir því að biskupar klæðast purpura gefin í þessari sömu grein þar sem segir: Það næsta víst að purpura klæðnaður biskupa var upphaflega ætlað að sýna að biskupar byggju yfir trúarlegu og andlegu valdi til jafns við borgaralegu valdi prinsa og konunga. Ekki mikil auðmýkt í þjónustu þeirra. Jesús sagði í Matteusar guðspjalli 20. kafla versónum 25-28: Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim, og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu, en eigi sé svo meðaliðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðaliðar þjónnliðar, og sá vill fremstur verða meðaliðar sé þrællliðar. Eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. Annar eiginleiki Babylon að hún full af viðurstyggð. Opinberunarbókin 17. kafli 4. vers segir: Hún hafði í hendi sér gullbyggar fullan viðurstyggðar og var það óhreinleikur sörleifnaðar hennar. Biblían gefur okkur skilgreiningu á hvað viðurstyggð. Eitt af því skurðgoðadýrkun. Í Jesaja 30. kafla 22. versi segir: Þá muni þér óhrein telja hinn silfurlögðu skurðgoðiðar og hinn gullbúnu líkneskiðar. Þú munt burt snara þeim eins og einhverri viðurstyggð. Þú munt segja við þau: Burt héðan. Svo hér sést glögglega að það að dýrka líkneski viðurstyggð í augum Guðs. Rómversk-kaþólsk kirkja sek að hvetja til þess að beygja sig fyrir líkneskim og að biðja til þeirra, ekki síst af Maríu mey og dýrlingana. Vanvirðing á boðorðunum önnur viðurstyggð í augum Guðs. Orðsguðirnir 28. kafli 9. vers segir: Sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans andstyggð. Kaþólsk kirkja hefur vanvirt boðorð nr. 2 sem bannar skurðgoð, en þeir hafa fjarlægt þetta boðorð úr þeirra lista yfir boðorðin. Þeir hafa einnig vanvirt 4. boðorðið þar sem segir okkur að halda hvíldardaginn 7. dag vikunar sem laugadagur og hafa sett í hans stað sunnudaginn. Samskipti við látna önnur viðurstyggð í augum Guðs. Í 5. Mósebók 18. kafla 10-12 vers segir: Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttir ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum. Því að hver sá sem slíkt gjörir drottni andstyggilegur, og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottni Guð þinn þá burt undan þér.
Það að biðja til Maríu og dýrlingana þannig viðurstyggð í augum Guðs. María og dýrlingarnir eru dáin, hvíla í gröfum sínum og bíða endurkomu Krists og verða þá reist til lífs á ný. Þau eru ekki á himnum í dag. Þessi andatrú byggir á trú á ódauðleika sálarinnar. Sú trú kennir að þú hefur ódauðlega sál sem lifir óháð líkamanum eftir að þú deyrð. En það ekki að finna í Biblíunni og með því að trúa því opnar maður leið fyrir óvininn og engla hans til að afvegaleiða, því að þeir geta líkst látnum ástvinum og komið með skilaboð sem eiga að vera frá þeim, handan grafar, og þannig afvegaleitt fólk. Við lesum einnig að Babylon móðir. Opinberunarbókin 17:5 segir: og á enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur, Babylon hin mikla, móðir hórkvenna og viðurstyggða jarðarinnar. Þarna önnur sönnun á því að Babylon rómversk kaþólsk kirkja, þar sem að kaþólsk kirkja kalla sig heilaga móður kirkju. Á Wikipedia grein sem ber yfirskriftina Mother Church, þar sem segir: kirkjan talin vera móðir meðlima sinna vegna þess að hún brúður Krists og allar aðrar kirkjur hafa átt upprunn sinn eða komið frá henni. Þetta hins vegar ekki rétt. Rómversk kirkja ekki brúður Krists. Ef eitthvað þá skildi hún við Krist þegar hún tók upp á sína arma heiðna trú og siði og með því að sameinast konungum jarðarinnar til að þvinga kenningar sínar upp á fólkið. En ef Babylon móðir, það þýðir að hún á dætur. Dætur hennar þær kirkjur sem hafa komið frá henni en á sama tíma hafa haldið í margar af hennar fölsku kenningum og hefðum. Þess vegna mikið af viðurstyggðum hennar sem Babylon drýgir ekki eingöngu að finna í henni. Kaþólsk kirkja ekki eina kirkjan sem heldur því fram að hvíldardagurinn sé á sunnudegi eða trúir á ódauðleika sálarinnar. Flestar mótmælenda kirkjur kenna þetta einnig. Staðreyndin að þú finnur mikið af því sem kaþólsk kirkja kennir í mótmælenda kirkjum vegna þess að þessa kirkjur eru dætur hennar. Í ljósi alls þessa sem við höfum lesið Babylon, þá ætti það ekki að koma á óvart að við erum hvött til þess að yfirgefa hana, eða eins og við lesum í Opinberunarbókinni 18. kafla 4-5 vers, en þar segir: og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð minntist ranglætis hennar. Kristur sagði í Mattheusar Guðspjalli 11. kafla 28. vers: komið til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Því hann veit að það enga hvíld að finna í Babylon. Það aðeins hvíld að finna þegar við komum til Krists og lærum á honum, því eins og hann segir einnig í Mattheus 11:30: því að mitt ok ljúft og byrði mig létt.